Byrja að útskýra þessa köngulóðana þegar ég var að leita upp efni fyrir fyrirlesturinn. Þá rakst ég á hana, hún heiti Signature Spider. Mér fannst hún eiginlega eiga svo vel við, ég skellti henni þannig inn. En já, sem við hefum verið í þessu verkefni með Advania nokkurn skeið og þetta STORK-verkefni, ég vildi aðeins útskýra það. Þetta sem rekið áfram að Evrópusambandinu. STORK stendur fyrir Secure Identity Across Borders Linked og þetta er líka langsótt af það skammstöfum sem við eftir að heyra allavega í dag. En þetta er merkilegt verkefni að mörgu leyti og með göfugt markmið. Það er verið að reyna að ryðja úr vegi í þessum fasa 2 sérstaklega þeim hindrunum sem hafa staðið fyrir því að bara taka upp rafræn auðkenni sem víðast í samfélögum landa bæði innan og utan Evrópusambandsins og menn hafa lagt á þetta mikla áherslu á svona praktíska þáttinn að fá þetta í gang í virka notkun bæði innan opinbera og einkageiranum og hafi því skyni keyrt svona fjóra svona tilraunastrauma og þar hafa verið að sækja upplýsingar námsferil og það er einn straumurinn keyra í gegn svona notkun rafrænna auðkenna í hinu opinbera, það er annar straumur og síðan heilbrigðisþjónustu og síðan rafræn bankaviðskipti, það sem við erum þáttakendur í og höfum verið síðan 2012 og þar undir voru svona 3 meginverkefni. Miðlun rafrænna reikninga var ekki einhvers staðar þar sem við vorum alveg tilbúin að taka þátt eins og stendur. Auðkenningin inn á fjárhagsupplýsingar er náttúrulega eitthvað sem við erum að gera nú þegar og þekkjum mjög vel, þannig að það var ekkert mjög spennandi. En það geta bara haft eina möguleika að stofna reikninga þvert á öll landamæri, það þótti okkur spennandi og þess vegna skelltu okkur á þetta. Það eru 7 lönd sem eru alls að taka þátt í e-banking-pælóttunum og þar af hafa 3 skilað ykkur svona raunhæfa af sér. En ég vildi bara nefna það eins og þá er enginn enn sem komið að virkja þetta í bara raunnotkun, þetta er allt svona tilraunaverkefni. Þetta sýnir alla samþættinguna og það reynir á alla tæknina og við erum svo sem að gera allt nema bara þessu loka skrefi. Þetta hefur ekki þau réttar áhrif við stofnun raunverulegan reikning en það er nú bara svona, næsta skref. Og ég ætla að labba bara þessi gegnum hvernig þetta lítur út, þetta verkefni sem var síðan útfært og vona ég dreip ykkur ekki með smáatriðunum en vonandi bara vekur það ykkur til umhugsunar það hvernig rafrænar undirritanir og bara svona verkefni eins og STORK getur almennt nýst í því að innleiða þessi nýju verkfæri í ykkar ferli og við vorum í raun að útfæra umsóknarvef. Notandinn sem kemur inn, hann dettur inn á einhvern vef, þetta er náttúrulega öll umgjörðin miðuð við að þetta sé erlendur aðili, hann þarf náttúrulega þá fyrst að fá kennitölu vegna það er ekki þetta bankaviðskipti á Íslandi án hennar, en í raun er ekkert sem stoppar okkur að nota þetta bara beint af eins og þetta er útfært fyrir Íslending og ég mun náttúrulega fara í gegnum þetta eins og Íslendingur því ég er ekki með 2 ríkisborgararétt. Þess vegna leið ég fer að staðinn í ferlið í umsóknarvefnum að þá er ég komið núna í tengslum við STORK. Hér er í raun valgluggi þar sem að ég get valið hvað ég vil framkvæma auðkenninguna og ef ég verið Austurríkismaður þá myndi ég velja Austurríki og þá er ég sendur yfir á STORK gáttina í Austurríki, svo kallaðan PEPS, Pan-European Proxy Service, þetta er svona skemmtilega skammstafnir í þessu. En gagnvart umsóknarvefnum þá er þetta allt falið. Hann bara sendir þetta stað í STORK og STORK sér þetta. Umsóknarvefurinn biður bara ákveðin eigindi sem hann vil fá tilbaka. Hann gerir ákveðin eigindi skilyrði náttúrulega þarna. Þau koma í þessu tilviki flest úr þjóðskrá, þannig að þau eru svo sem kannski ekki mjög merkileg. En ég get verið að safna þannig strax saman alls konar eigindum hingað og þangað. Og það er líka mjög mikilvægur hluti af þessu þjónustu að leysa eins og oft þarf að sækja alls konar upplýsingar í grunna og það hefur verið svolítið erfitt kannski að koma öllu þessu skipulega á en það er allavega komið minnstrið hvernig við getum gert þetta miðlægt. Þarna hefur líka umsóknarvefurinn beðið bara svo kallað fullvottunarstig á auðkenningu upp á QAA level 3 sem þýðir það þegar ég held síðan áfram að auðkenni mig og þessu tilviki náttúrulega notar Íslandsskáttin Ísland.is að þá get ég nota íslykilinn sem bara lykilorð. Og við nefnum þetta bara vegna þess að það er þægilegt í mörgum svona ferlum
að vera kannski ekki alltaf að krefja sko ítrustu vottunar ef minni vottun dugar til, að það hjálpa til að koma ferlinn á stað, því það við auðvelt með að fara inn á umsóknarvefinn, komast í gang, tékka á stöðun og svoleiðis, annars þurfum við alltaf að nota rafrænu skilríkin í síma til dæmis og 5 SMS. En, eða hvað erum við? Og síðan dettum við tilbaka og erum komin inn á umsóknarvefinn og núna sem sagt erum við sem komið þar inn. En eins og ég sagði eftir sko, umsóknarvefurinn sá þetta með útfærslan gagnvart honum sem við þurftum að fara í gegnum var mjög einföld. Við þurfum bara að kunna á það hvernig íslenska gáttin sendir gögnin tilbaka inn til okkar. Þurfum ekkert að vita til þess hvernig Austurríki höndla sinn enda. Þetta lítur allt eins út gagnvart okkur. Síðan förum við bara í gegnum eitthvað svona, fylla út eitthvað gögn, peningaþvættis, athugun og umsóknin kennitöluna. Og síðan dettum við inn á einhvern vef þar sem þetta var okkar heimasvæði svona með að vera ljúka þessari umsókn og þá byrjaði raunin svona ferlið að undirrita og þá var bara spurningin hvernig virkar rafræn undirritun í þessu storkflæði og það svolítið með svipuðum hætti, það segja gagnvart í raun umsóknarvefnum, þá ferlið tiltölulega einfalt, notandi nýtir sem bara að náttúrulega undirrita og dettur aftur inn í þetta val í hvaða landi ætla ég undirrita. Ég meina það alveg fræðilega mögulegt að það veri annað land heldur en það sem hann auðkenndi sig. Hann hefur allavega valið það, en þetta sem nú tekur í raun storkgáttin við, hún fær til sín skjali sem á undirrita og ég sem náttúrulega ef ég situr fyrir tölvuna heima get þá staðfest aftur að ég ætla örugglega að láta þessi gögn síðan í hendur á umsóknarvefnum. En núna hvar að krafist QA level 4 í rauninni þessu sambandi af því að þetta náttúrulega þarf hæsta fullvottunarstig rafræn skilríki sem sagt og þarna myndi ég náttúrulega þá nota rafræn skilríki síma að sjálfsögðu. Og síðan býður mér enn einu sinni boðið upp á val, ég hef mikla stjórn sem notandi í storkverkefninu, stundum jafnvel og mikla, en hérna get ég sett valið hvaða aðili á að sjá undirritunum á skjalinu og í augnablikinu sér Signet það hérna heima, en það eru ekkert sem stoppar, en það getur fleiri aðilar að bjóða upp á þessa þjónustu og þess vegna í mörgum löndum vegna þess að náttúrulega staðlarnir liggja fyrir, þú ætti bara að uppfylla þau skilyrði og þá getur skilaðir gögnunum á réttu formi. Ég vel Signet og þá detti ég náttúrulega inn á vefinn eins og við sáum áðan. Og síðan myndi þetta náttúrulega bara fyrir þetta umsóknarferli reka sig svona. Ég myndi skrifa undir kennitöluumsóknina, það flæði til þjóðskrár, hjá þjóðskrá bara venjulegt ferli, þeir bara líti við gögnin, afgreiða umsóknina og stofna kennitölu og skila því tilbaka inn í umsóknarvefinn. Og síðan þá get ég farið og fyllt út upplýsingar á því stigi sem umsækjandi, sækjum bankareikningin og skila mér ýmsum auka gögnum eins og ef þetta fyrir hönd fyrirtækis, þá myndi ég skila inn staðfestingu frá firmaskrá í mínu landi að ég megi starfa fyrir hönd þessa fyrirtækis og annað slíkt og það fyrst þegar ég búin að safna öllu þessu saman og sendi síðan í lokaskrif og segja bara nú ætla ég að senda inn svona sem bankinn fær að vita nokkuð af þessu og þetta svona svolítið þægilegt ferli þannig séu gagnvart bankanum. Við fáum bara tilbúin pakka þar sem búið rafrænt undirrita allt og framkvæma alls konar tékka á gögnunum og starfsmaður getur bara tekið það að fara beint í að skrá bara bankareikningin, stofna netbankaaðgang og allt slíkt. En í dag til dæmis þá þarf bankinn í raun að höndla allt umsóknarferli meira og minna fyrir hönd til erlends aðila, þess að bara halda utan það og tekur kannski vikur. En þegar það væri komið, þegar starfsmaður bankans búinn að stofna allt, þá samþykkir hann bara umsóknina og þá náttúrulega bara getur aðili sem farið á næsta skref og dottið inn í netbankan. Þannig að þetta svona allavega eitt dæmi hvernig svona bara ferlið, það að rafræna undirskriftirnar sé bara komnar, getur auðveldað okkur eitthvað sem að, og menn þurfa ekki að standa upp úr stólnum hjá sér til þess að klára hlutina. Og ég vildi kannski bara aðeins taka saman allavega, hvernig þetta leit út gagnvart okkur. Ég meina það var bara gleðilegt að fylgjast með storkverkefninu, þetta mjög langt komið, mun lengra kannski margir myndu halda. Það eru fjölmörg önnur verkefni í gangi hjá Evrópusambandinu sem vert að fylgjast með og eru að ryðja brautina og ryðja hindrunum úr vegi sem hafa verið hingað til. Og þetta hjálpar bara öll stöðlun, það verið að setja niður þessa staðla, það eru hluti náttúrulega eins og reglugerðir náttúrulega sem eru líka ákveðara grunnstoðir, en náttúrulega útfærslunar skipta miklu máli og ég myndi bara setja hennar punkt inn, sem hvetur náttúrulega fólk bara til að
líta það sem ákveðna bara svona ákveði skref að taka þátt í að útfæra, koma einhverju stað, til dæmis á íslenska markaðnum, bæði opinbera og einkageiranum, þess að við fáum þessa reynslu í gang, þess að það er það sem raunverulega segir okkur hvernig þetta nýtist okkur. Og bara svona örstuttir punktar frá mér í lokin hérna svona, að því að maður átt spurður svona þegar maður er að kynna þessi dæmi, bara þú veist, hvernig get ég komið þess að stað, hvar eru ferlin þar sem þetta myndi nýtast mér. Ég þekki það bara minni reynslu og bankanum oft hugsuðu þetta eiginlega of stórt. Við vorum bara að horfa á hvað getur við rafvætt ferli alveg frá byrjun til enda og gert bara allt sjálfvirknivætt og bara gervigreind og guðum á þetta hvaðan inni sko. En það er náttúrulega sýnir sér bara hreinlega sko að þegar maður byrjar að hugsa þetta svona að sko undirritun sem slík er oft bara sjálfstætt ferli sem hægt er að taka út fyrir sviga. Oft er það náttúrulega þannig að það er viðskiptavinurinn sem græðir mest á því. Tíminn hjá honum er að sparast en á móti fáum við það að gögnin eru orðið miklu betri, þeir koma til okkar og miklu áreiðanlegri og síðan náttúrulega lagalegu áhrifin náttúrulega eru vissulega kostu líka og framhaldinu getur síðan farið í frekari sjálfvirknivæðingu. Það sem er líka náttúrulega hjálpa okkur mikið alveg frá því byrjun þegar við fórum náttúrulega stað fyrst þá vorum náttúrulega hugsa að kaupa eitthvað alls konar búnað og forrita og gera alls konar hluti en bara þessi tími sem við liði frá því að lögin voru fyrst sett og eitthvað svoleiðis, það gefa okkur manni tíma til alls konar naflaskoðunar og það hjálpa mér mikið, það langar engan að útfæra rafrænar undirritanir. Menn vilja bara fá að loka próduktið og þessi þjónustuvæðing, hvort sem er Signet eða eitthvað annað, Ísland.is er dæmi hvernig auðkynninguna má leysa miðlægt, Stork er náttúrulega síðan umgjörð bara hvernig má leysa stærri vandamál. Allt þetta er að hjálpa og maður svona, kannski myndi svona beina því til fólks að vera ekki alltaf að útfæra allt innan hús, hins vegar það sem menn þurfa náttúrulega að hugsa og þetta er bara svona punktur frá mér að þetta er nú kannski svona mín daglega vinna að auðvitað þegar skjöl er orðin rafræn að það þurfum menn að passa upp á skjalastjórnina. Siggi myndi síðan áðan á langtíma skjöl sem geta lifað kannski áratugi, 100 ára. Við þurfum náttúrulega að passa upp á þau, þetta er náttúrulega eina gagnið þannig að menn þurfum náttúrulega ekki gleyma þessu. Takk fyrir.